Haraldur, velkomin í þáttinn. Þú varst nú hérna hjá mér, í einum tvittarsinnum svona stuttu eftir hrun og varst á ýmislegt að pæla varðandi stöðu þjóðarbúsins og stöðu almennings eftir hrunið, en þetta er dálítið óvenjuleg aðferð til að birta grein. Þetta er stór grein eftir þig, er landið að rísa og hún birtist í Mogganum og þetta er mikið grein, hún er með skýringarmyndum og töflum og alls konar rökstuðningi og en hún er birt sem auglýsing í Mogganum sem er keypt af hagsmunasamtökum heimilanna og samtökum landþega. Jú, það er rétt, eins og þú sérð þá er þetta löng grein, hún er upp á 4 síður. Já. Og þar að leiðandi var ekki hægt að fá hana birta sem almenna grein. Það var hugmynd að stytta greinana og fá hana síðan birta á vefnum, en þegar ég fór að reyna að stytta hana þá fannst mér ég missa það mikið úr henni að niðurstaðan var sú og ég vil nota þetta tækifæri að þakka samtökum lánþega og hagsmunasamtökum heimilanna fyrir að hafa kostað þessa birtingu. Já. Og tilgangurinn með þessu er sú að hvort að það sé möguleiki að reyna að koma okkur inn í svolítið meiri málefnalegri umræðu ástandið í þjóðfélaginu sem að ég vona þessi grein sé og koma fram með tillögur sem að hægt væri að ná sátt í þjóðfélaginu. Þetta birtist á baráttu verkalýðsins 1. maí. Jú, það er alveg rétt og það má kannski líka vekja athygli á því að þessi samtök eru nokkuð gild í okkar þjóðfélagi og til dæmis núna liggur fyrir ályktun eða samþykkt eða áskorun frá hagsmunasamtökum heimilanna til Alþýðusamband Íslands það að taka upp lánamál heimilanna inn í þessum samningaviðræðum og það er mat hagsmunasamtaka heimilanna sem ég tek algjörlega undir að það er miklu meiri ávinningur fyrir launþega í þessu landi að það er reynt að taka á skuldavanda heimilanna frekar heldur en að vera að tala einhverjar launahækkanir sem að ég held að sé alveg ljóst og ég held að hagsmunasamtökin taki undir að munu hafa áhrif til verðhækkana og þar að leiðan til hækkun á lánum heimilanna og svo framvegis. Þannig að ég tek algjörlega heilshugar undir þessa skoðun hagsmunasamtaka heimilanna að meiri ávinningur yrði að taka á lánamálunum heldur en að vera að tala einhverjar launahækkanir. En þú spyrð í greininni hvort að landið sé að rísa og ert svona dálítið að miða við þessa áætlun sem að stjórnvöld hafa farið eftir áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sem að kom hér að í árslok 2008 eða stuttu eftir hrunið og þér sýnist að við séum í talsvert annarri stöðu en gert var ráð fyrir. Jú, það er rétt. Hins vegar er mjög mikilvægt að leggja áherslu á það út á hvað efnahagsáætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og stjórnvalda gengur. Það eru 2 forgangsverkefni og þegar að talaður að áætlun sé að ganga eftir, þá getur það verið það að þeir telja þessi 2 verkefni sé að ganga eftir. En aðrar stærðir eða hagstærðir að það eru svona afgangsstærðir inn í þessu og eru meiri svona afleiðingar af því að þessi forgangsverkefni ganga eftir. En forgangsverkefnin eru í fyrsta lagi það að ríkissjóður sé rekinn hallalaus og í öðru lagi að það sé komið á fót öflugum fjármálastofnunum. Og þetta hefur sem sagt megin áherslan verið lögð á og síðan er þá atvinna ástand og svo framvegis hagvöxtur og svona, það verða meiri afleiðingar af þessu. Og það sem ég hef gert í þessari grein er að skoða sem sagt upphaflegu áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hvernig hún leit út og hvernig þeir gerðu ráð fyrir því að mál myndu þróast hér miðað við það að styrkja þessi 2 atriði sem ég talaði þarna áðan. Svo þegar maður skoðar þetta, nú eru komið 2 ár frá hruninu eða komið á 3. ár, að þá getum við að fara að skoða rauntölur með þess áætlun. Og þá kemur í ljós að atvinnuleysi er miklu meira heldur en gert var ráð fyrir. Hagvöxturinn, hann virðist eða sem sagt hagsveiflan niður á við, hún virðist alltaf verða dýpri og jafnvel vara lengur og svo framvegis. Þannig að ég sé að það er mín niðurstaða að við séum að kaupa þetta of dýru verði að vera með ríkissjóð hallalausan og koma þessum öflugu fjármálastofnunum á. En ef við förum með þetta lið fyrir lið og tökum til dæmis erlendar skuldir þjóðarbúsins og þú segir að þær séu miklu meiri en gert var ráð fyrir.
Já, það sem ég geri þarna það, ég bara tek áætlun AGS eins og hún var birtist í nóvember 2008. Já. Síðan skoði ég hvernig nýjast áætlunum þeirra sem að birtist núna í janúar 2011 og nú er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn komið með sitt fólk hingað og þeir eru að fara að endurskoða áætlunina. Og frá áætlunni í nóvember 2008 þá var gert ráð fyrir að erlendar skuldir þjóðarbúsins væri 150%. En núna talar að þeir séu 280%. Þannig að samkvæmt þeirra áætlun eru skuldina 2 sinnum meiri. Þeir eru 2 sinnum meiri. Já. En þetta verður náttúrulega að gera ykkur greinum á skuldum ríkisins og skuldum svo einkaaðila. Ég er alveg sammála því, en bæði skuldir ríkisins og einkaaðila að þær þurfa að greiðast með afganginum af viðskiptum við útlönd. Og þó að við kannski hefðum öflug fyrirtæki innanlands sem að hafa góðan hagnað og geta staðið undir sinni skuldum, að þá bara ákveðið þak og því hvað hægt að afla mikil skjaldeyris til þess að greiða þessa skuldir. Þannig að það spurning greiðslugetu. Greiðsluflæði. Já. Og ég fullyri það að til dæmis og eins og þetta núna að þá greiðslubyrðin miklu meiri heldur en afgangurinn á viðskiptum við útland sem þýðir það að menn eru bara slást þennan gjaldeyri sem á markaðnum sem þýðir það bara króna fellur. Já. Og hún hefur verið að falla til dæmis frá áramótum þó hún sé kannski betri stöð heldur en var fyrir ári síðan. Já. Henni náttúrulega haldið uppi með þessum ströngu gjaldeyrishöftum og við vissum. Jú. Já. En hvað segir mér til þess varðandi atvinnuleysið? Já, það eins og þarna kemur fram að þá atvinnuleysi mun meira heldur en á upphali áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gerði ráð fyrir. Ég tek fram að sjóðurinn alltaf að leiðrétta áætlunina. Jú. Og kannski áætlun núna þá kannski nær því sem raunveruleikin En það náttúrulega dulið atvinnuleysi líka. Það er fólki sem hefur horfið til náms og svo náttúrulega þeir sem hafa farið til útlanda og þannig að atvinnuleysistölunar segja kannski ekki allt. Það segja engan veginn allt saman því eins og ég bendi á hérna í greinina þá eru 7.000 manns sem hafa flutt út umfram aðfluttra á árunum 2009 og 10. Og ef maður gerir ráð fyrir 1/3 af því hafi verið vinnandi fólk, að þá erum við að tala atvinnuleysistölur upp á 1,5% til viðbótar við atvinnuleysistölunar eins og þeir eru. Já. Síðan eins og Vinnumálastofnun vinnur þetta, að þá þeir finna út atvinnuleysistölunar út frá þeim sem skrá sig atvinnuleysa. En það eru ákveðnir aðilar sem að fá engar atvinnuleysisbætur vegna þess að kerfið þannig byggtu. Það fólk ekkert að skrá sig atvinnuleysa. Það engin tilgangur til það. Einyrkjar og... Já, og líka fólk sem búið að vera ákveðin tíma atvinnulaust og þá dettur út atvinnuleysisbótum. Já. En þetta og á móti kemur að hagvöxturinn hefur ekki orðið sá sem var spáð. Hann virðist alltaf að verða dýpri, sveifla niður og við virðist alltaf að vera dýpri og vara lengur. Svo náttúrulega, eins og ég segi, það eru þarna hagsmunasamtök og samtök lágþega sem að birta þetta og þeir eru náttúrulega þannig séð að kvitta undir það sem þú skrifar og þú segir að það séu skuldarar sem að taka á sig skellinn aðalega á Íslandi, ekki fjármagnseigendur. Já, það alveg ljóst að náttúrulega fjármagnseigendur svolítið vítt hugtak og það alveg rétt að þeir fjármagnseigendur eða þeir sem áttu bréf við bönkum og öðru slíku, þeir hafa tapað því öllum. En við erum með sparifjáreigendur sem eiga peninga inn á bankabókum og svo framvegis, að þeir hafi ekki tekið á sig neitt. Og ég vil, kannski erfitt að tala að hagnast á því, en allar hækkanir ríkisins bæði á sköttum og gjöldum, þær hafa reiknast inn í verðbólguna. Þannig að aðgerðir ríkisins til þess að takast á við vandann, það bætir hag þessa fólks. Og það ennþá að gerast. Og það hvað upp á 5, lánin hækkuðu 5,5% á árið 2010. Já, og 12% held ég, 10-12% árið 2009. Já. Og síðan vitið hvernig hækkunin var árin þar á undan. Og það líka mjög mikilvægt, ég veit að þetta svolítil einföldun, en þó held ég að megi draga hana fram. Og ég tek það fram að ég áttaði mikið á þessu fyrir ég fór að skoða þessi mál. Að okkur finnst alveg sjálfgefið að ríkissjóð skuldi svo mikið að því hér var hrun. En þá eðlilegt að maður spyrja af hverju skuldar ríkissjóð svona mikið. Og þegar maður skoðar þessi mál að fyrir hrun þá skuldaði ríkissjóður 500 milljarða. Í lok síðast árs voru skuldirnar komnar upp í 1.600 milljarða.
og þetta ekki út af því að halli hafi verið svo mikill á ríkissjóði. Ef maður skoðar hallan sem sagt árið 2008, frá hruni 9-10, 2008, 9 og 10, að þá samtals halli ríkissjóðs 400 milljarðar. Og hann skiptist eiginlega í tvennt. Annars vegar að ræða greiðsla eða sem sagt innleggin í Seðlabankans til þess að bæta eiginfjárstöðu Seðlabankans upp á 200 milljarða og síðan afgangurinn svona nokkurn veginn 200 milljarðar eru vaxtagreiðslur ríkissjóðs. Þannig að hallinn ekki út af velferðarkerfinu sem slíku og allur niðurskurður í velferðarkerfinu sem eitthvað 20% af tekjum ríkissjóðs eða útgjöldum að hann sem að bitnar á velferðarkerfinu, það eingöngu til þess að geta staðið í skilum með vextina. En þá spyr maður líka hvert fóru þessi peningar þegar maður búin að setja myndina svona upp og sem sagt hallinn eru 400 milljarðar, skuldaaukningin eru 1000 milljarðar, mismunurinn 600 milljarðar. Síðan eru 200 milljarðar af þessum halla ríkissjóðs vegna Seðlabankans, þannig að 800 milljarðar í meginatriðum hafa farið til þess að styrkja eiginfjárstöðu fjármálastofnana. Að einhverju leyti veit ég að það eru þarna lán hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem eignir á móti þannig að það lækkar þessa tölu en megna þessum peningum hafa farið í það að styrkja eiginfjárstöðu fjármálafyrirtækja. Þannig að þetta dálítið gott velferðarkerfi fyrir fjármálastofnanir í raun og veru. Já, og til viðbótar, hvar voru peningarnir fengnir? Þeir voru fengnir að lána hjá þessum sömu stofnunum. Og hverjum þá verið að borga þessa 200 milljarða í vexti? Þessum sömu stofnunum. Sem peningarnir voru fengnir að láni til þess að setja inn þar til þess að bæta eiginfjárstöðuna. Og þetta ekki öll sagan sögð. Því að öll heimil á landinu sem átti kannski 50-60% af eigið fé í sínu húsnæði. Núna verið að taka þetta eignartöku, allt farið. Og til hvers? Til þess að styrkja eiginfjárstöðu fjármálafyrirtækja. Þannig að hversu langt hægt að ganga á hinn almenna borgara í þessu landi. Og mín skoðun svo að það þurfa að stokka hér upp og fara aðra leiðir. Í þessari grein koma fram tillögur það sem að ég tel að sé heildstæð áætlun eða til að því hvernig hægt að vinna heildstæð áætlun og vinna sig út úr þessu í sátt.